Góðan og blessaðan dag og ertu hjartanlega velkomin til guðþjónustu héðan úr Fríkirkjunni við Tjörnina í Reykjavík. Í dag ætlum við að ræða fólk sem þorði að fylgja hjarta sínu jafnvel þótt að þau kostaði allt. Því trúin ekki alltaf þægileg eða regluleg, heldur lifandi og hún kallar á breytingar. Kannski það einmitt það sem Guð að gera í dag, að kalla okkur inn í nýtt flæði, inn í dýpri tengsl, þar sem við lærum aftur að koma inn á við og hlusta á innsæið, hlusta á hjartað. En ef við hefjum þessa stund á því að signa okkur í nafni hins lifandi Guðs, skapara, frelsara og andan sem hreyfir við okkur og blæs þar sem hann vill. Við skulum biðja. Lifandi Guð, þú sem byrji okkar innsta kjarna og andar í öllu sem lifir. Við biðjum að þú opnur okkur fyrir nærveru þinni, láttu ljósið þitt lýsa í myrkri hugans og frið þinn falla yfir óróan. Kenndu okkur að hlusta og sjá, ekki aðeins með eyrum og augunum, heldur með allri veru okkar. Endurnýjaðu í okkur trúna, vonina og elskuna, svo við verðum farvegur friðar þíns í þessum heimi á hverjum einasta degi. Amen. Já, á hverjum deginn Drottinn minn ég bið, sálmur sem minnir okkur á þetta. Og við syngjum þennan sálm, lag og ljóð eftir okkur ástsæla tónlistarmann Kristján Kristjánsson, KK. Við skulum nú snúa huganum að miskunn Guðs, þeirri mildi sem tekur á móti okkur eins og við erum. Engin skömm, engin fjarlægð, aðeins opnar hendur og kærleikur sem segir, vertu velkomin heim. Miskunnarbænin í dag verður í formi sálms og frá Úkraínu. Og í ljósi miskunnarinnar breytist hjartað, úr þunga í léttleika, úr sekt í þakklæti. Við lofum Guð og lífið sjálft með gleði og trú og syngjum honum dýrðarsöng sem kemur alla leið frá Argentínu.
Guð, þú sem skapar líf úr mold og ljós úr myrkri. Við þökkum þér að þú hættir aldrei að skapa, heldur kallar okkur áfram inn í nýtt líf, nýja sýn og nýjan skilning. Vektu í okkur hugrekki til að lifa í sannleika og kærleika, að þora að fylgja rödd þinni, jafnvel þegar hún leiður okkur út fyrir öryggið. Kenndu okkur að treysta andanum sem blæs þar sem hann vill, að sleppa tökunum, opna hjartað og leyfa þér að móta okkur eftir þínum vilja, lifandi, hreyfanleg og opin. Fyrir Jesú Krist, drottinn okkar, sem lifir og talar í hjörtum þeirra sem þora að hlusta. Amen. Í dag höfum við valið texta sem tala beint inn í þema messunnar, trú sem lifir, andar og umbreytist. Og þeir minna okkur á að Guð er ekki bundinn í form, heldur skrifar lögmál sitt í hjarta mannsins og kallar okkur til frelsis. Fyrsti textinn úr spádómsriti Jeremía og hljóðar svo. Þegar dagar koma, segir drottinn, þegar ég geri nýjan sáttmála við Ísraels menn og Júdamenn. Hann verður ekki eins og sáttmálinn sem ég gerði við feður þeirra þegar ég tók í hönd þeim og leiddi þá út úr Egyptalandi. Þeir rufu þann sáttmála við mig þótt að ég væri herra þeirra, segir drottinn. Og þannig sáttmálinn sem ég mun gera við Ísraels menn þegar þessir dagar eru liðnir, segir drottinn. Ég legg lögmál mitt þeim í brjóst og rita það á hjörtu þeirra. Ég verð Guð þeirra og þeir verða lýður minn. Seinni ritningarlesturinn úr seinna bréfi Páls til Kórinthumanna og hljóðar svo. Þið sýnið ljóslega að Kristur hefur ritað þetta bréf og sent það mér. Það er ekki skrifað með bleki, heldur með anda lifanda Guðs. Ekki á steinspjöld, heldur á hjartaspjöld manna. Guð hefur gert mig hæfan til að vera þjónn nýs sáttmála, sem ekki er rituður á bók, heldur er hann andlegur. Því að bókstafurinn deyðir en andinn lífgar. Drottinn er andinn og þar sem andi drottins er, þar er frelsi. En við sjáum öll með óhjúpuðu andliti dýrð Guðs, endurspeglast í Kristi og andi hans lætur okkur umbreytast eftir þeirri sömu mynd til enn meiri dýrðar. Þannig hljóðar í heilaga orð. Guðspjall dagsins úr Jóhannesar guðspjalli. Jesús stendur frammi fyrir þeim sem vilja dæma hann sem vill trúa hann. Fyrir það eitt að tala Guð sem föður sinn og segja Guð sé í honum og hann í Guði. Og einmitt í þessum orðum er leyndardómurinn fólginn, einingu manns og Guðs, lifandi trú. Og Guðspjalli hljóðar svo. Menn tóku aftur upp steina til að grýta hann. Jesús mælti. Ég hef sýnt yður mörg góð verk frá föður mínum. Fyrir hvert þeirra verka viljið þeir grýta mig. Þeir svöruðu honum. Við grýtum þig ekki fyrir góðu verk, heldur fyrir guðlast. Þú gerir sjálfa þig að Guði þótt þú sért aðeins maður. Jesús svaraði þeim. Ég er ekki skrifari í lögmál yðar. Ég hef sagt, þér eru guðir
og ritningin verður ekki felld úr gildi. Ef lögmálið nefnir þá Guði sem Guðs orð kom til að segja þér, þá mig sem Faðirinn helgaði og sendi í heiminn, að ég guðlasti að þegar ég sagði ég sonur Guðs. Ef ég vinn ekki verk föður míns, skulu þér ekki trúa mér, en ef ég vinn þau, þá trúið verkunum, þótt þér trúið ekki, svo að þér skiljið og vitið að Faðirinn í mér og ég í föðurnum. Nú reyndu þeir aftur að grípa hann, en hann gekk úr greipum þeirra. Trúvillingar aldanna voru óalandi og óferjandi hópur fólks sem ögraði kerfinu, hristu upp í stóðum samfélagsins og ögraði kirkjuvaldinu. Hvað á að gera við svona fólk? Í gegnum tíðina hefur tíðkast að setja það út á jaðarinn, dæma það til dauða, brenna, hengja, hálsökkva. Og lítið hefur verið á þetta fólk sem hættulegt. Fólk sem stígur út fyrir viðurkenndar kenningar og dogmur kirkjunar og samfélagsnorma. Því Guð forði okkur frá því að boða fyrirgefningu, frið, bæði ytri og innri. Já, eða hvað? Að hugsa sér að við gætum kannski haft aðgang að alheimsvaldinu í okkar innsta kjarna. Hvað ef trúvillingurinn ekki sá sem hafnar Guði, heldur sá sem horfir inn á við í sinn innsta kjarna? Í stað þess að biðja hitt eða þetta í bæninu út á við, fer hann inn í sig, leggur á djúpið, djúp sálar sinnar og hlustar á Guð tala til sín úr stormunum. Kannski trúvillingurinn sá sem hlustar á Guð í sínum innsta kjarna, jafnvel þegar skilaboðin stangast á við yfirvaldið, það er að segja ríkið, trúarstofnanir og kenningarnar. Okkar besti maður, Jesús, var á samtíma fólki sínu talinn trúvillingur. Hann mætti fram á sjónarsviðið inn í harðkjarna lögmálshyggju, kenningar Guð og trú sem voru bundnar í reglur og ótta. Og hann snýri öllu á hvolf, bókstaflega velti við borðum. Og þar sem aðrir töluðu Guð sem fjarlægan valdherra, opinberar hann Guð sem innra ljós, kærleika og lifandi nærveru. Hann tók trúna úr musturinu og færði hana út á göturnar, út í náttúruna, út í lífið sjálft, þar sem Guð andar í öllu sem er. Hann braut niður múra milli hins heilaga og hins veraldlega, milli prestdómsins og fólksins og sagði í raun, Guð ekki í kerfinu,
Guð er í þér. Og þess vegna var hann hættulegur. Ekki vegna þess að hann boðaði nýja trú, heldur vegna þess að hann vakti hina gömlu. Þá sem býr í hjarta manneskjunnar, sem þorir að elska og óttast ekkert. Ég held að það sé óhætt að segja að hver einasta trúarhefð þurfi á trúvillinga að halda, til þess að halda sér lifandi og tengdri og kannski bara einfallega á tánum. Því það er kannski ekkert óeðlilegt við það að við manneskjurnar viljum festast í vana og þægindum. Og þegar við erum sest þar, þá er mjög einfalt að segja að þetta hefur alltaf verið svona. Þeir eru nú þó nokkrir trúvillingarnir í sögunni og könnumst kannski flest við Martin Luther, trúvilling sem vogaði sér að standa á móti kaþólsku kirkjunni fyrir rétt rúmum 500 árum síðan og var í kjölfarið bannfærður og yfirlýstur trúvillingur. Að hann skyldi voga sér að standa gegn ránklæddi þessa tíma, aflátsbréfum og hvað þá að gefa út splunkun í að guðfræði, var hneyksli. Hann var á þeim tíma eins og ferskur andblær, vindur sem blés gegn harðnari yfirbyggingu kirkjunnar, en munu það að andinn blæs þar sem hann vill. Við viljum oft gleyma okkur í því að halda kenningar og dogmur og trúarjátningar séu óhagganlegur sannleikur, þegar raunin er sú að trúin er stórkostlega lifandi fyrirbæri. Alla daga, út allan heim, er fólk sem les eitthvað nýtt og fær nýjan lifandi innblástur frá ritningunum, sem segir okkur það að ekki bara trúin er lifandi heldur ritningin líka. Trúin er ekki fullmótuð, hún hefur aldrei verið það og hún mun aldrei verða það. Sama hvað okkar rökfasti, kassalega hugur vill, sama hvað við reynum að tróða andanum í box og skrifa hann í kenningar, þá bara fer hann þar sem hann vill. Að standa fast á trúarlegum kenningum er ekki langt frá lögmáli gyðinga sem Jesús sagðist ætla að uppfylla. Og ég er ekkert viss það að við myndum endilega öll taka Jesú vel í dag ef hann kæmi til þess að uppfylla kenningarnar. Hann var duglegur að koma fólki í valdastöðum í uppnám að tala gegn lögmálshyggjunni, ekki til að afnema lögmálið heldur uppfylla, sem þýddi að hann ætlaði að endurrisa tilgang þess, færa það frá steinurunnum orðum niður í hjartað, þangað sem Guð talar hið lifandi orð. Því lögmálið varð að verkfæri þess að stjórna fólki, mælistika fyrir réttlæti, uppspretta skammar og ótta og ásökun gegn lífinu sjálfu, og þá er orðið lögmálshyggja og orðið miklu mikilvægara en fólkið og er notað til þess að binda fólk. Og það er skondið að hugsa til þess hvað þetta er kunnuglegt í kristinni kirkju í dag. Lögmálshyggjan er í raun að sliga kristina, því manneskjan hefur tilhneigingu til þess að tróða öllu í dogmur og kenningar, reglur og lög sem verða bókstaflegar. En Jesús stóð gegn bókstafnum og vildi færa þetta allt í hjartað, sem þýðir að lögmálið er ekki lengur ytri reglur, heldur innri leiðsögn frá Guði. Lögmálið og spámannir hanga aðeins á 2 boðum, að elska Guð og elska náungann. Allt annað er túlkun á því, og túlka þá á langt gæti hafa orðið að lögmálshyggju. En það voru fleiri trúvillingar í sögunni sem fóru svipaða leið. Það er að segja að hlusta á Guð í kjarna sér. En guðfræðingurinn og dóminikaninn Meister Eckhart lét sannlega mest í sig heyra aldamótin 1300 og vogaði sér til að mynda að segja að Guð var ekki handan himinsins heldur í hjarta mannsins. Að Guð fæðist á hverjum degi í sál þess meðvitaða og við verðum að sleppa öllum hugmyndum Guð til að finna hann í raun. Fyrir þetta var hann dæmdur hættulegur villutrúmaður. En þarna sett hann fram hugmynd trú sem ekki þyrfti milligöngumann, heldur innri vakningu. Áhugavert er að hann fyllti kirkjurnar af fólki þar sem hann predikaði, bæði í Strasbourg, Köln og París. Og þrátt fyrir að vera dæmdur trúvillingur er hann einn þekktasti mystiker heims, bæði innan kirkju og utan. Svo var það Jóhanna Vörk, unglingsstúlka sem heyrði raddir himinsins og hafði hugrekki til þess að elta þær. Hún stóð upp gegn ríkjandi öflum,
bæði veraldlegum og kirkjulegum, sagðist aðeins fylgja leiðsögn Guðs en ekki manna. Hún bar ljós innra með sér sem ekkert vald gat slökkt og fyrir það var hún dæmd trúvillingur og brennd lifandi aðeins 19 ára gömul. Hún var síðan hreinsuð af öllum ásökunum og tekin í tölu dýrlinga. Það sem stundur lítur út eins og uppreist getur því í raun verið djúp leiðsögn Guðs í gegnum manneskjuna. Teresa frá Avila og Jóhannes af Krossi voru einnig talin vera trúvillingar. Ekki vegna þess að þau höfnuðu kirkjunni eða trúnni. Ó nei, þau voguðu sér að leita á djúpið, meðal annars með íhugun, hugleiðslu og bæn. Teresa talaði Guð sem logandi eld í hjarta manneskjunnar og sagði að sál manneskjunnar var eins og kastali með mörgum herbergjum þar sem Guð býr í innsta kjarna. Jóhannes skrifaði myrkar nætur sálarinnar, þar sem öll ljós mannsins slokkna svo aðeins Guð sjálfur gat skinið. Fyrir þetta voru þau yfirheyrð, fangelsuð og tortryggð. Því þau voguðu sér að segja að Guð var ekki aðeins í ritningunni, heldur lifandi innra með manneskjunni, í hennar innsta kjarna. Í dag eru þau bæði talin heilög, en voru á þeim tíma talin hættuleg. Þau myndu heiminn á að leiðin til Guðs liggur ekki reglur, kenningar og dogmur eða réttrúnað, heldur gegnum hjartað, elskuna og myrkrið þar sem hið sanna ljós fæðist. En í dag eru þau bæði í dýrlingatölu og að fengi titilinn Doctor of the Church. Telja mætti upp fleiri trúvillinga og spekúlera þeirra sýn og leiðir til Guðs. Ef litið til þessara einstaklinga varla hægt að segja að villutrúfólk séu óvinir trúarinnar. Heldur mætti enn fremur líta á þau sem umbótarfólk. Fólk sem hefur leyft sér að fara á dýpt dulúðarinnar og fundið fyrir mjög sterkum tengslum við Guðdóminn. Frans frá Assisi fann þessi tengsl við Guðdóminn, til dæmis
í djúpi náttúrunnar. Þetta eru iðulega þau sem við köllum í dag mystikera eða dulspekinga. Þetta eru trúarvitar sem fær okkur aftur nær upprunalegu boðskap Jesú og þaðan áfram í þroska og vöxt í trúni. Þetta er allt fólk sem iðkar trúna á mjög djúpstæðan hátt. Þetta er fólk sem leiddu umbreytingar í sál manneskjunnar og svo í hinum ytri veruleika, þegar stofnunin vill festa sannleikann í reglur. Þá vill trúillingurinn eða mystikerinn upplifa hana lifandi í hjarta og sál manneskjunnar, bæði í andanum og í líkamanum. Það mætti því færa rök fyrir því að það sé okkur öllum hollt að finna trúillinginn í sjálfum okkur, fara í þetta innra rými þar sem við mætum honum, því hann er sá sem þorir að efast, spyrja og leita dýpra á djúp sálarinnar og í andans heima. Og hann er sá sem þorir að hlusta á innri sannleikann, jafnvel þó að hann geti verið sjúklega óþægilegur, bæði fyrir hann sjálfan og samfélagið. Jafnvel þótt hann sé og verði óvinsæll. Þessi innri trúvillingur er oftar en ekki hinn spámannlegi hluti sálarinnar sem kallar okkur til þess að lifa í samræmi við Guð, ljósið og kærleikann frekar en kenningar, skoðanir og lögmálshyggju fólksins. Trúvillingurinn birtist í dag í þeim sem tala fyrir skilyrðislausum kærleika, opnun anda og sálar inn á dýpra svið, flæði í stað tvíhyggju og samkennd þegar kerfið þrá öryggi og reglu. Kirkjan þarf trúvillinga til þess að vaxa andlega, því annars verður hún að safni dýra muna en ekki samfélag hins lifandi anda sem blæs þar sem hann vill. Erum við tilbúin til þess að leyfa Guði að tala í gegnum þá sem við skiljum ekki? Guð hefur alltaf notað trúvillinga til þess að vekja fólk úr svefni sjálfstýringarinnar. Þeir koma alltaf þegar kerfið er orðið þreytt, þegar trúin er vængstýfð, þegar reglurnar eru farnar að binda fólk í stað þess að lyfta því upp. Þeir koma ekki til að rífa niður og þó, samt rífa niður það sem þjónar ekki kærleikanum lengur, en þeir koma til þess að blása líf í það sem er dautt. Trúvillingarnir minna okkur á að Guð er ekki föst stærð eða statísk orka, heldur eilíf hreyfing alheimsins ofan í og handan minnstu byggingareininga heimsins, upp í og handan stærstu eining hans. Trúin lifir ekki í stöðuleika eða hreyfingarleysi, heldur hreyfingu og umbreytingu. Og nú stöndum við á tímum umbreytinga, á nýjum stökkpalli mannlegrar vitundar, þar sem við förum út úr tvíhyggjunni, því nú leitast andstæðurnar í tvíhyggjunni aftur eftir samhljómi, í eitt. Andstæðurnar leita í flæði vatnsins og við erum á leiðinni inn í þetta flæði, út úr óttunum og inn í opnun og frelsi. Og við sjáum þetta í náttúrunni, þar sem gjöfulasta lífið er. Þar sem áin mætir hafinu, skógurinn talar einum rómi í samhljómi trjáa og sveppaþráða, kyn og kynvitund er ekki lengur tvö föst hólf heldur litrúf. Hreyfing orkuflæðis sem tjáir margvíslegan sannleika manneskjunnar. Kynhneigð verður ekki skilgreind af reglu eða með reglustriku, heldur af ást, tengslum og sálrænni dýpt. Því ástin sjálf hefur aldrei fylgt bókhaldi mannanna. Hún er eins og andinn sem blær þar sem hann vill. Og hún flæðir og tengir og kveikir líf milli hjarta sem ekki ætluðu að tengjast. Hún opnar mörg hjörtu í einu án þess að svipta þau heilaleikunum. Kærleikurinn er ekki eignarhald, heldur nærvera. Ekki réttur, heldur blóm sem opnast þar sem að ljós og hlýja mæta því. Hann kallar okkur út úr skömmunni og inn í hið helga flæði, þar sem engin form geta fundið það sem Guð hefur gert lifandi. Við færumst frá völdum og stöðutaknum yfir í tengsl og hlustun. Vinna og köllun renna saman í eitt. Karl og kona eru nú ekki lengur til, heldur er það upplifun hvers og eins af sjálfum sér. Orkan sem við kölluðum áður karlorku og kvennorku er að finna jafnvægi í einingunni. Trú og vísindi er að vera tvær leiðir að sama leyndardómi, og hugur og hjarta nálgast hvert annað.
Kristnin að hrista af sér dogmur og finna hjartað aftur. Nú þurfum við að sleppa merkimiðum, skilgreiningum og leyfa okkur að fara í flæðið. Þetta eru góðar breytingar, ekki merki sturlun. Heldur felst sturlunin í því að halda aftur að þessu. En það er óttinn. Það er óttinn sem dregur úr þorinu sem krefst til þess að stíga inn í framtíð umbreytinga. Því þessu fylgir óvissa og óvissan getur verið hræðileg. En það er ekkert að óttast. En þau sem óttast, þau sem byggja heiminn á merkimiðum, skilgreiningum og valdi tvíhyggjunnar, finna nú jörðina nötra undir fótum sér. Þetta eru fæðingarhríðir nýrra tíma. Þess vegna vaknar óttinn og hægri öfga þjóðernishyggja og hægri bókstafskristni rís nú upp eins og dreki í vígahamn, hrifsar nú tilbaka unnin mannréttindi, flokkar okkur í við og hin og stígur nú tilbaka í hinn gömlu kynjahlutverk tvíhyggjunnar. Því fólk leitar í öryggi rammanna og regluna sem héldu öllu í föstum skorðum. Guð hefur alltaf kallað fólk til þess að brjóta niður múra, til þess að þroskast og til þess að blómstra. Og hann kallar á hreyfingu og kallar fólk út úr formi og inn í flæði. En hér heima eru þeir sennilega nokkrir trúvillingarnir, en eitt sem stendur upp úr. Haraldur Níelsson, fyrrum prestur í Dómkirkjunni í Reykjavík og rektor við Háskóla Íslands. Sagt er að hann hafi hætt störfum í Dómkirkjunni vegna hálsbólgu, en síðar var predikunastóllinn þar honum lokaður. Það er svo sem ekki hægt að segja að hann hafi verið dæmdur trúvillingur, en hann þorði að segja að Guð væri ekki fastur í kenningunum heldur lifandi kraftur. Hann hélt áfram að predika og það var í Fríkirkjunni í Reykjavík sem hann fékk skjól og yfirfyllti kirkjuna í hvert einasta sinn. Og þar mátti hann tala Guð sem lifandi anda, sem hreyfingu, sem kraft, sem fyrir handan laga og forms, handan ótta og skilgreiningar. Fríkirkjan í Reykjavík hefur kannski alltaf staðið á mörkunum, milli forms og frelsis, milli hefðar og nýrrar vitundar. Hún var stofnuð af fólki sem þorði að segja: við þurfum rými fyrir andan til að blása frjálst. Og nú, þegar heimurinn sjálfur er að ganga í gegnum fæðingarhríðir umbreytinga, þá stendur Fríkirkjan aftur á sögulegum stað. Hún er kölluð til að vera brú milli þess gamla og þess nýja, milli bókstafar og anda, milli mannlegrar þráhyggju eftir reglu og guðlegrar þrár eftir frelsi. Hún er kölluð til að vera staður sem fólk má efast og elska samt, má gráta og syngja, leita og trúa. Staður þar sem Guð má vera miklu stærri en hugmyndir okkar hann. Því Fríkirkjan í Reykjavík hefur alltaf getað verið kirkja trúvillingana. Kirkja þeirra sem hlusta frekar á hjartað en kerfið. Kirkja þeirra sem trúa að Guð sé lifandi í öllu og að andinn blási þar sem hann vill. Og kannski er það einmitt hún sem er kölluð til núna, til að leiða þessa umbreytingu, til að standa óhrædd í storminum og segja við þjóðina, við kirkjuna, við heiminn: þetta er ekki endalókin, þetta eru fæðingarhríðir nýrrar vitundar og andinn blæs og við erum tilbúin. The
Við skulum biðja. Guð sem andar lífi í allt sem er, við þökkum þér fyrir þau sem hafa þorað að hlusta á þig, jafnvel þegar rödd þín hefur blásið gegn vana og ótta. Vekk í okkur hugrekki trúvillingana, að elska þegar auðveldara væri að dæma, að opna hjartað þegar heimurinn virðist taka skref tilbaka, að hlusta á anda þinn þegar hávaði heimsins vill taka niður í hjartanu. Kenndu okkur að þekkja þig í lífinu sjálfu, í hverju hreyfingu, í hverju andartaki, í flæði vatnsins, í líkama manneskjunnar, í hjartslætti jarðar og andardrætti alheimsins. Þar sem þú andar í gegnum allt sem er. Láttu okkur verða kirkju sem lifir og andar, ekki safn dýrra muna, heldur samfélag hins lifandi anda. Við biðjum þig, Guð, sem ert faðir, móðir, foreldri, vinur og andi. Blástu í okkur nýtt líf og hvíslaðu líkama okkar og anda og opinberun sannleikans. Þessar bænir og aðra þær sem á okkur hvíla leggjum við í þá bæn sem Jesús kenndi og biðjum saman: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki. Verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Við ljúkum þessari guðþjónustu frá Fríkirkjunni Reykjavík með ungmennabæn Hallgríms Péturssonar. Í þínu nafni uppvaknaður sem endar á orðunum: Ljúfi Jesú, með lífi og öndu legg ég mig í þínar hendur. Og þar vil ég fús að lyktum lenda, lofaður sértu utan enda. Takið við blessun. Megi andi Guðs rjúfa öll bönd óttans.
að kveikja eld í hjarta þínu. Megir þú hafa hugrekki til að elska án marka, trúa án forms og frið sem blæs gegnum vindi heimsins. Farðu í friði, en farðu ekki þögull, því heimurinn þarf röddina þína, ljós þitt og hlýjuna í höndum þínum. Guð blessi þig og varðveiti nú og aldir alda. Amen.